Þá komið að þriðja liðadagskrá, millilandasamtkur og ég ætla að biðja varaforsetum að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Til ástekur bæjarfulltrúa Halla Björk Reinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eitt af helstu kosningamálum L-listans árið 2018 var að styðja af fullum krafti við beint millilandaflug frá Akureyri. Sama markmið var í forgrunni í kosningunum 2022 og í raun hefur þetta verið mér hjartans mál allt frá því ég tók sæti í bæjarstjórn frá 2010. Og ég held að svo sé flesta bæjarfulltrúa hér inni. Við séum öll sammála þessi markmið. Ég hef alla tíð trúa því að fátt styrki búsetu og atvinnulíf á Norðurlandi eins og öfluga samgöngur, sérstaklega beint flug til og frá erlendum áfangastöðum og það á þá kannski ekki hvað síst við bara lífsgæði þess að búa á þessum landshluta. Reynsla síðustu ára hefur sýnt að eftirspurnin til staðar. Þegar boðið hefur verið upp á beint flug til áfangastaða eins og Bretlands, Hollands og Sviss hefur það verið vel nýtt bæði af heimafólki og ferðamönnum. Það sýnir svart á hvítu að markaðurinn til staðar, en við vitum líka að þetta er langtímaverkefni sem krefst samstilts átaks margra aðila. Árið 2010 tóku sveitarfélög á Norðurlandi sig saman og stofnuðu flugklassan 66 norður. Með það markmið að koma á reglulegu áætlunarflugi frá Akureyri til erlendra, svo ég komið sér frá mér, áfangastaða. Verkefni hefur verið fjármagnað með árlegu framlagi sveitarfélagana sem hefur numið 12 til 15 milljónir króna. 5 milljónir króna frá ferðaþjónustufyrirtækjum á svæðinum í formi þjónustu og vinnuframlags. Ríkið hefur einnig veitt styrki úr flugþróunarsjóði 20 milljónir króna á ári, þó eitt ár hafi aðeins fengist 8 milljónir. Það hefur hins vegar verið bætt í og framlög fyrir 2025 og 2026 nema nú 30 milljónir króna af hvort ár og sem mikilvægt og ánægilegt skref. Þrátt fyrir árangur verkefni krefjandi. Helstu áskoranir eru að Keflavík býður upp á fasta tengingar og hagkvæmni í skala, erfitt að keppa við slíka stöðu. Flugrestur kostnaðarsamur og flugfélag þurfa fyrirsjáanleika til að halda úti leiðum. Þriðja leið, þrátt fyrir umbætur þörf á frekari uppbyggingu á flugvallarsvæðinu. Miklar umbætur hafa sannarlega verið gerðar á síðustu árum en við þurfum að halda áfram. Og svo það samvinna sveitarfélaga ríkis, ferðaþjónustu og atvinnulífs lykilatriði eins og við höfum upplifað hér hvað samstaða á svæðinu hefur skipt gríðarlega miklu máli. Eftir að flugþróunarsjóður var stofnaður fór að bera á árangri. Leiguflug, tengiflug og síðar áætlunarflug með Næsir, Edelweiss og EasyJet sem dæmi hafa borið árangur. Í dag flug í boði 10 mánuði ársins. Þetta stór áfangasvegur en hann krefst áframhaldandi stuðnings og framtíðarsýnar. Núgildandi reglu flugþróunarsjóðs heimila aðeins stuðning í 3 ár. Það of stuttur tími til að byggja upp arðbærar flugleiðir. Flugfélög þurfa lengri aðlögunartíma og traust. Við hljótum því að fara fram á að reglum sjóðsins verði breytt þannig að styrkveitingar geti náð til alltaf 5 ára í takt við kerfi á Keflavíkurflugvelli. B. Að framlög til sjóðsins verði uppfærð miðað við verðlag úr 300 milljónir króna upp í að minnstakosti 450 milljónir króna. Ef dreifing ferðamanna landið á að verða veruleika þarf ríkið að leggja sitt af mörkum. Jafna þarf eldsneytisverð milli Akureyrar og Keflavíkur. Halda þarf áfram með uppbyggingu á bæði flugstöð sem og að útbúa lóðir undir atvinnustarfsemi. Millilandaflug frá Akureyri þjóðhagslega hagkvæmt. Sem dæmi. Framlög flugþróunarsjóðs til EasyJet skiluðu 2400 ferðamönnum sem eyddu tæplega 500 milljónum. Skatttekjur af ferðamönnum náðu að fullu upp í stuðning sjóðsins. Norðlendingar spöruðu 1,3 miljón kílómetra í akstri til Keflavíkur sem samsvara 220 tonna lækkun í koltvísýringi. Þannig að augljóslega þetta hagkvæmt fyrir þjóðarbúið og okkur öll. Beintflug styrkir atvinnulíf og byggð. Það stuðlar að fjölbreyttri ferðaþjónustu, jafnara ferðamannaflæði og dregur úr árstíðasveiflum. Tryggir samgönguöryggi ef Keflavík lokast vegna náttúruhamfara. Heimurinn færist nær okkur íbúunum á landsbyggðinni. Akureyri verður að hafa öflugan millilandaflug til að standa undir nafni sem svæðisborg.
Við höfum þegar sýnt að með sameiginlegu átaki er hægt að byggja upp beint millilandaflug frá Akureyri. Nú þarf skýrari stuðning ríkisvaldsins, meira fjármagn og markvissar ákvarðanir. Þetta snýst ekki aðeins Akureyri, heldur þjóðarhagsmuni, byggðastefnu, atvinnusköpun og sjálfbæra framtíð. Mig langar að lokum að lesa hér tillögubókun sem hljóðar svo. Bæjarstjórn Akureyrar skorar á ríkisstjórnina að breyta reglum flugþróunarsjóðs þannig að styrkveitingar geti náð til alltaf 5 ára í stað 3. Árangur síðustu ára í að koma á millilandaflugi frá Akureyrarflugvelli og opna nýja gáttin í landið sýnir að markaður er fyrir hendi og mikilvægt að stjórnvöld klári verkefni með sambærilegum stuðningi og veittur í Keflavík. Þá bendi bæjarstjórn á þann ósagjarna mismun sem flugfélög á Akureyri búa við er varðar eldsneytisverð sem nauðsynlegt er að bregðast við til þess að styrkja samkeppnisstöðu Akureyrarflugvallar. Takk fyrir. Það kom Hölluberg Finnsdóttir fyrirgefin aftur stjórn hlutinu. Takk fyrir það, orðið er laust sem enginn hefur kallað sér hljóð þeir sem geta já, bæjarfulltrúi næstu ykkur til máls bæjarfulltrúi Sunna Lín Jóhannesdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk fyrir að setja þetta mikilvæga mál á dagskrá. Eins og hún kom inn á þá er mikilvægi millilandaflugs líklega ekki eitthvað sem okkur greinir á hér og mögulega fer ég yfir eitthvað af því sem nú þegar hefur komið fram þó að ég ætla að reyna að vera stuttorð. En bæjarfulltrúi Halla fór vel yfir söguna og hvaða er sem við erum að berjast réttilega fyrir og ætla nú ekki fara yfir það. En millilandaflug skiptir höfu máli fyrir þróun Akureyrar og Norðurlands eins og hefur komið fram. Beinar alþjóðatengingar eru forsenda þess að við getum tekið virkan þátt í alþjóðlegu samfélagi og byggt hér upp öflugt atvinnulíf, háskólastarf og fjölbreytta þjónustu. Beinar flugsamgöngur auðvelda tengsl við erlenda markaði, samstarfsaðila og fjárfesta. Þetta skiptir miklu máli fyrir ferðaþjónustuna, sjávarútveg, hátækni og aðra greinar. En millilandaflug hefur bein áhrif á vöxt og gæði ferðaþjónustunar sem dæmi, það lengir dvalatíma ferðamanna og eykur tekjur. En sérstaklega vil ég leggja áherslu á mikilvægi millilandaflugs fyrir ungt fólk, en mér var einmitt hugsað til þess að við varum að fara að ræða þetta í dag þegar ég horfði á alla ný stúdentana í gær sem eru nú mörg hver að fljúga úr hreiðrinu og óvist hvort þið rati heim aftur. Reyndin hefur því miður verið svo ekki nema brota þeim snúa tilbaka, þó þróunin hafi vissulega verið í rétta átt. En ef ég horfði bara á vinahóp svona minns sem var útskrifast í gær að þau eru öll að fara eitthvað. En við viljum að ungt fólk sjáu sér framtíð hér og að þau sem fari nám erlendis eða suður sjáu raunverulega möguleika á að snúa aftur. Þau sækjast eftir tengingu við heiminn og ekki aðeins í gegnum netið, heldur í raun og veru. Ef við ætlum að halda í þetta fólk og laða aftur heim, þá verðum við að skapa þeim spennandi tækifæri og ein af grunnforsendu fyrir slíkum tækifærum er greið tenging við umheiminn. Ef við ætlum að byggja raunverulegt mótvægi við höfuðborgarsvæðið, þá verða samgöngutengingar að borða millilandaflug að vera hluti af þeirri framtíðarsýn. Aukið aðgengi að flugi bæti lífsgæði fyrir íbúa á Norðurlandi og Austurlandi og styður við jafn og þróun byggða landið. En þetta er ekki aðeins spurning flug, heldur framtíðarsýn, tengingu, tækifæri, byggðasjónamið og lífsgæði. Við sem sveitarfélag í samvinnu við önnur sveitarfélag á svæðinu þurfum að standa saman að tryggja og styðja við áframhaldandi þróun á millilandaflugi til og frá Akureyri og uppbyggingu á flugvöllunum áfram eins og bæjarfulltrúi Halla kom réttilega inn á. Þannig ég styð bara heilshugar þessa bókun og þakka fyrir að hún hafi verið lögð fram og hvet stjórnvöld til að gera alvöru úr því að byggja hér upp mótvægi við höfuðborgarsvæðið og stuðningur við millilandaflug er ein megin forsenda þess. Takk fyrir. Og bæjarfulltrúi Sunna Lín Jóhannesdóttir loki máli sínu, orðið er laust. Það sem fleiri hafa ekki hvað því hljóð þess að geta samþykkt bókunina, gefum ekki. Það eru öll.